Góðan dag og velkomin á þennan morgunfund sem sá 9. í fundaröðum heilsueflinga á vinnustöðum sem hluti af samstarfi VIRK, embætti landlæknis og vinnueftirlitsins heilsueflingu og forvarnir á vinnustöðum. Markmið samstarfsins að stuðla að betri heilsu og vellíðan fólks á vinnustöðum, fyrirbyggja kulnun og minnka brottfall af vinnumarkaði. Ég heiti Gunnhildur Gísladóttir og sérfræðingur hjá Vinnueftirlitinu og verð fundarstjóri hér í dag. Mér langar bara til að byrja að þakka ykkur fyrir að gefa ykkur tíma til að vera með okkur og hlusta á erindi mikilvægi þess að leiðtogar þekki leiðir til þess að efla heilsu á vinnustað og nýti tækifæri til þess að draga úr vanlíðan í starfi. En áður en við hlýðum á fyrirlestur dagsins, þá langar mig að bjóða velkomna Ingibjörgu Loftsdóttur, sviðsstjóra forvarna hjá VIRK, sem ætlar að segja ykkur frá stöðu verkefnisins heilsueflandi vinnustaðir. Gjörðu svo vel, Ingibjörg. Takk Gunnhildur, góðan dag og ég segi bara saman Gunnhildur, kæra þakki fyrir að gefa ykkur tíma til að hlýða á okkur hérna í dag. Ég ætla bara stuttlega að segja ykkur aðeins frá stöðu verkefnisins heilsueflandi vinnustaðir. Við erum nú búin að vera að kynna þetta víða og í október síðastliðnum þá vorum við með ráðstefnu þar sem við afhentum í rauninni þetta verkefni þannig að allir vinnustaðir landsins geta nýtt sér það til heilsueflingar á sínum vinnustað. Og það búið að vera löng vinna á bakvið þessi viðmið og við kallum þetta gátlista, við flokkum þetta niður í 8 gátlista og viðmiðin sjálf þau beinast að þeim þáttum sem þekkt að hafa áhrif á lifnaðarhætti, heilsu og vellíðan starfsfólks, bara í vinnu almennt. Viðmiðin taka mið af heildrænni nálgun, við reyndum að nálgast þetta frá eins mörgum áttum og við mögulega gátum. Og þau byggja á vísindalegum grunni. Við horfum bæði til rannsókna hér á landi og ekki síður erlendis og þess sem við búum að gera þar líka. Þau byggja líka á öðrum heilsueflandi verkefnum, embættis landlæknis. Þau eru með verkefni fyrir skóla landsins og eins fyrir samfélögin. Og þau eru tengt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Það er hægt að sjá það inn í viðmiðunum hvernig þau tengjast hverju markmið fyrir sig. Og þetta sem sagt verkfæri sem allir vinnustaðir af öllum stærðum og gerðum og hvar sem þau eru staðsett eiga að geta nýtt sér til heilsueflingar. Þetta sem sagt verkfæri sjálft staðsett á vef sem heitir heilsueflandi.is og í umsjón embættis landlæknis. En þann dag í dag þá það þannig að vinnustaður þarf að skrá sig áður en hann getur skoðað viðmiðin og gátlistana. En við erum að gera úrbót á því og á næstu vikum vonustu til þess að það sé hægt að fara inn og skoða svona hvernig það lítur út áður en að fólk ákveður að skrá sig. En það verður að taka það fram samt að skráningin það hefur enga skuldbindingu í för með sig. Það algjörlega að skrá sig að það breyn og skoða og það ekki þar með sagt að það þurfi að gera eitthvað. Við erum komið með rúmlega 80 vinnustaði í dag sem eru skráður þarna inn og eru byrjaðar að skora viðmiðin og nýta sér verkfærið. Og þetta eins og segi, það heilsueflandi.is og svo langar mig líka áður en ég sýni ykkur örstutt inn á vefinn að vekja athygli á síðum stofnananna sem standa á bak við verkefnið, sem sagt VIRK-síðurnar, virk.is og velvirk.is, landlæknir og vinnueftirlitið og á þessum síðum hægt að fá frekari upplýsingar verkefnið. En þá ætla ég að sjá hvort gangi hjá mér að skipta hérna yfir, aðeins að gefa mér smá séns og sjá hvort ég komist inn á vefinn. Já, mér sýnist þetta að tryggist, Gunnhildur, þú lætur mig vita ef þetta er ekki að ganga. En bara örstutt vefinn, þetta sem sagt þið komið hér inn á sjáu gátlistana. Þeir sem skrá sig inn þurfa að skrá fyrst svona grunnupplýsingar og svo geta þið skráð hérna stýrihóp en við mælumst til þess á vinnustað og það bara sýnir það. Rannsóknir sýna að ef það er gott utanumhaldi verkefni þá gengur það náttúrulega betur og mjög mikilvægt að hafa fulltrú stjórnenda í hópnum. En svona sé kannski fulltrú frá hverju deild eða sviði á vinnustaðnum sem að tekur þátt í að skora viðmiðin og halda utan verkefnið á vinnustaðnum. Það er hægt að sjá leiðbeiningar inn á vefnum og við erum á næstu vikum munum við setja inn stutt leiðbeiningarmyndbönd líka. En þið sjáu að við skiptum þessu niður í 8 lista og í hverjum lista fyrir sig. En við kíkjum til náttúrulega bara hérna inn í vinnuumhverfið að þá sjáu þið að það eru mörg viðmið undir og það er hægt að skora hvert viðmið á bilinu 1 til 5. Þið sjáu hvað heimsmarkmiðið viðmið tengist.
það ítartexti fyrir hvert viðmið fyrir sig og í sumum ítartexta eru slóðir inn á aðrar síður og það er hægt að velja viðmið eigi ekki við og það er hægt að skrá stöðuna og hvað vinnustæður vil gera. Og ég ætla nú ekki að eyða miklu meiri tíma í þetta en hvet ykkur endilega til að fara þarna inn og skoða og kíkja bak við þessa lista, bara með því að skrá ykkur inn þá getið þið farið og skoðað og svo gefur vefurinn möguleika á að vera með alls kyns mælikvarða í gangi, það er hægt að safna skjölum þarna inn, það er hægt að sækja ýmis gögn og til dæmis hægt að skoða gröf og fá svona yfirlit. Hér sjáum við að í byrjun þegar búið að skora öll viðmið að þá var dregin svokölluð grunnlína. Hún hefur verið dregin hér og svo hefur verið skorið viðmið aftur eftir það. Þannig að það er að sjá þetta svona myndrænt hvar vinnustæðurinn stendur. Og að lokum langar mig til að minnast á að þetta verkefni við hugsum það sem langhlaup og við viljum benda vinnustöðum á að þetta er ekki eitthvað sem á að gerast á einu misseri. Þetta er stórt verkefni, risastórt og vinnustæður eru staddir á mismunandi stöðum. Mjög margir vinnustæður eru að gera mjög góða hluti varðandi heilsueflingu og aðrir eru kannski komnir aðeins styttra og það er bara allt í lagi því hver vinnustæður byrjar þar sem að hann er staddur hverju sinni og það er gott að gera verkefnið og sjálfsagt að gera það þannig að það sé í samvinnu við starfsfólkið og það sé ákveðið sameiginlega hvað á að takast á hverju sinni og það er ekki, þó að við séum með skalan 0, 1 til 5, að þá er ekki það með satt að allir vinnustæður eigi og geti skorað 5 í öllum viðmiðum. Heldur getur vel verið að vinnustæður ákveði að einhver viðmið eigi bara ekki við hjá þeim og þau bara ætla að sætta sig við það að vera kannski með 1, 2 eða 3 á þeim stöðum. En svo bara gaman að geta fylgst með framvindunni í þessu verkfæri og sjá hvernig, hver ávinningurinn er. Þannig að, og við hjá Virk erum til dæmis búin að taka 2 verkefni nú þegar. Við erum semst heilsueflandi vinnustæður, við erum búin að taka hreyfingaverkefni og núna erum við að taka verkefni sem snýr að veljan starfsfólks og streitu og notum þar streitustigan, svo kallaða sem er inn á velvirksíðunni sem við getum kynnt ykkur líka og það er bara ótal verkefni sem hægt er að vinna út frá þessu. Þannig að mér langar bara að þakka fyrir mig og að lokum kannski bara langar mig að óska ykkur velfarnaðar í þessu verkefni og hlakka til að sjá fleiri vinnustæði þarna inni. Kærar þakkir. Kærar þakkir fyrir þessar upplýsingar Ingibjörg og við munum halda áfram að segja ykkur frá þessu skemmtilega verkefni hérna á morgunfundunum okkar. En þá skulum við bara snúa okkur á umræðuefni dagsins, heilsueflandi forysta og vellíðan í starfi. Fyrirlesari okkar í dag er Dr. Sigrún Gunnarsdóttir. Hún er hjúkrunarfræðingur og prófessor í viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og formaður þekkingarseturs þjónandi forystu. Nú áður en ég býð Sigrúnu velkomna þá langar mig til þess að minnast á að við vonumst til þess að hafa tíma fyrir nokkrar spurningar í lokin og biðjum ykkur þá vinsamlegast að slá þær hérna inn á spjallþráðinn. En þá er okkur bara ekkert að vanbúnaði og ég býð Sigrúnu Gunnarsdóttir hjartanlega velkomna og gef henni orðið. Já, sæl, þakka þér fyrir og þakka ykkur kærlega fyrir og góðan dag öll. Það er sannur heiður að fá að vera með ykkur hérna í dag og ánægjulegt að ræða hugðarefni okkar allra og ég ætla að tala heilsueflandi forystu og tengsl hennar við vellíðan í starfi og byggi þetta á rannsóknum mínum og kennslu og svona grúski á sviði heilsueflingar í það bil 30 ár eða 1992 byrjaði ég að vinna að heilsueflingu hjá landlæknisembættinu og heilbrigðisráðuneytinu. Þannig að það er gaman að vera með ykkur í dag og tala heilsueflandi forystu og ég ætla að fara svona yfir þetta bæði út frá fræðunum og svo reyna að tengja það hagnýtingunni eins og kostur er. En við skulum þá bara byrja á henni formlegu kynningu og fara yfir þetta svona lið fyrir lið. Við vitum það náttúrulega að margir upplifa mikið álag í vinnu og þetta hefur nú blasað við okkur hérna í bráð og lengd og við erum mjög mörg sem hefur sannarlega áhuga á að takast á við þetta verkefni og draga úr þessari upplifun eftir því sem við getum. Og miðað við þetta þá getum við spurt hvað er til ráða
og sannarlega verkefni sem við erum hérna að taka þátt í heilsueflandi vinnustað. Það snýst náttúrulega það að gera eitthvað, bregðast við. En svona til þess að draga þetta svolítið saman þá vildi ég svona í dag leggja til að það sem við getum gert og gert betur, því ég veit að við erum öll að leggja okkur fram, það að þekkja það sem verndar okkur í vinnunni gegn álagi í starfi. Og góðu fréttirnar í því eru þær að það bara mjög mikið til. Það mjög mikil þekking sem liggur fyrir það hvað það sem verndar starfsfólk og verndar okkur, starfsmenn og stjórnendur, gegn álagi í starfi. Það gott og vel, en þá næsta skref í raun og veru að nota þessa þekkingu. Og þetta kúnstin með alla hluti að gera það, að fylgja henni góðu þekkingu, að gera hið góða, eins og segir á góðum stað, að gera hið góða, nýta þekkinguna. Og ég myndi nú svona giska á að það sé áskorunin að nýta þekkinguna þegar við erum búin að afla okkur þekkingarinnar og við erum alltaf að afla okkur nýrrar þekkingar. Þó að töluverð þekking liggi nú fyrir og hefur legið fyrir í áratugi það sem verndar okkur gegn álagi í starfi. Til þess að setja hlutina svona bara aðeins í samhengi fyrir þetta innlegg mitt hér í dag, þá vitum við að áhrifaþættir fyrir vellíðan í starfi eru fjölmargir. Þeir eru kannski endalausir. Það svo margt sem hefur áhrif á okkur. Allt hið ytra, samfélagið sem slíkt, menningin okkar, lögin, stefnan, staða mála hefur sannarlega áhrif á það hvernig okkur líður í vinnunni. Og við höfum núna í nokkurt skeið verið í mjög sérstæðum aðstæðum sem að mótast af ytri aðstæðum og sem að verða síðan aðstæður hvers og eins. Það þarf nú ekki að fjölyrða það. Og svo náttúrulega við sjálf sem höfum mjög mikið það að segja hvernig okkur líður í vinnu, þekking okkar, viðhorf okkar, það sem við gerum, atferli okkar og svo framvegis. En það sem ég ætla að tala núna ekki þetta tvennt, þetta ytra og það sem að snýra okkur sjálfum persónulega, heldur það sem snýr að vinnunni sem slíkri, skipulagsheildunum, þar sem við störfum, fyrirtæki, stofnun, það sem að í umhverfi þeirra skipulagsheilda, það sem við köllum starfsumhverfi eða vinnuumhverfi, og þá erum við að tala samskipti, stjórnun, forystu, og allt sem lýtur að skipulagi og hinu innra starfi. Það fókusinn eða áherslan hjá mér í dag, vitandi að hitt skiptir líka máli, það þá bara efni í aðra umfjöllun eða fleiri umfjöllanir. En sem sagt núna, í þessum fyrirlestri, ætla ég að kynna 2 ný líkön sem að ég hef sett fram sem byggja á rannsóknum mínum og rannsóknum annarra vellíðan í starfi og í framhaldi því líkani að kynna líkanum heilsueflandi forystu og ég hef sett þetta fram í bókarkafla sem samantekt á stöðu þekkingar og þessi bókarkafli núna í útgáfu í bók sem heitir Rannsóknir í viðskiptafræði og ég byggi svona svolítið á þessum bókarkafla til þess að einfalda framsetninguna því sannarlega þetta miklu viðameira en kemst fyrir í einu fyrirlestri en ég ætla nú að gera mitt besta til að draga þetta svolítið saman en þessi bókarkafli á að vera aðgengilegur bara mjög fljótlega og við komum honum á framfæri eins og kostur En áður en að ég fer í þessi líkön á eftir, þá ætla ég að tala sem sagt þekkinguna sem líkönin byggja á til þess að undirbyggja þetta nú eins og kostur En til þess að segja frá efni fyrirlesturins í örstuttu máli og síðan ætlum við að lengja svolítið málið, að þá má segja að þeir þættir í starfsumhverfinu sem vernda okkur gegn álagi í starfi, þeir eru margir en þeir allra helstu eru stuðningur í starfi,
og þetta hljómar nú svona einfalt stuðningur í starfi en í raun og veru á bakvið þessi 3 orð er flókin saga og hægt að skýra þetta á ýmsa lund og það ætla ég að gera hér á eftir. Annar þátturinn sem hefur mjög mikil áhrif á það hvernig okkur líður í starfi og hvernig við getum verndað okkur gegn álaginu því að álagið er náttúrulega bara hluti af störfum okkar og við getum í raun og veru þakka fyrir það að störf okkar eru krefjandi, okkur finnst það áhugavert svo fremur sem við ráðum við það og þá skipta áhrifin máli og þriðja atriði sem skiptir hér máli er ábyrgðarskyldan. Hvað á ég að gera, á hverju ber ég ábyrgð, gagnvart hvaða viðfangsefnum hefur mér verið falið vald. Þetta er það sem ég ætla að tala hérna á eftir, en áður en við raun og veru förum ofan í þessa þætti, þá langar mig að minna á og bara nefna í stuttu máli frumkvöðla á þessu sviði og framlag þeirra sem þekking okkar byggir á enn þann dag í dag. Þetta, þegar að maður lítur tilbaka 40 ár í svona, ef maður velur síðustu 40 ár í þessari sögu þekkingar þróunar vellíðan í starfi, þá eru þarna nokkrar persónur sem hafa skarað fram úr og hafa sannarlega rutt brautina. Fyrstir á þessum svona leikvangi, ef við getum skilgreint hann svoleiðis, voru 2 vísindamenn sem heita Robert Karasek og Töris Theorell og þeir byrjuðu á þessum rannsóknum að birta þær 1979 og gáfu síðan út bók árið 1990 þar sem að þeir kynna þetta grundvallarlíkan sem við ætlum að fjalla hérna á eftir sem heitir Demand Control Support eða kröfur, stjórn og stuðningur. Þetta er svona grundvallarrit sem að maður getur sagt svona sé einhvers konar biblía í þessum fræðum. Næst á dagskrá er Kristína Marslak sem 1981 setti fram mæltæki sitt kulnun í starfi sem enn er grundvallar fyrirbæri á þessum fræðum og algjör hérna svona stendur upp úr varðandi þessi fræði og þessi 2 líkanur er nátengd. Síðan er mikilvægt að nefna Rosabeth Kanter og Heather Lassinger og þær 2, fyrst Kanter 1977 setti fram hugmyndir sínar valdefling og vinnustað og Heather Lassinger hún þróaði og vann með mælitæki til að mæla þetta og þetta eru svona grundvallar hugmyndir á þessu sviði. Og síðan setti Robert Greenlee fram hugmyndir sínar árið 1970 það að forystan hefur mikil áhrif á vellíðan og svona samkvæmt minni þekkingu og innsýn í fræðin, þá var hann sá fyrsti sem varpaði fram þessari hugmynd að leiðtoginn hafi mikil áhrif á það hvernig okkur líður í vinnunni. Og þessi verk þessara frumkvöðla þau hafa bara grundvallar áhrif og birtast í rannsóknum, skýrslum og ýmsum ritum og grundvallar svona rannsóknarverkefnum vellíðan í starfi. Til dæmis inni stóru og vönduðu Whitehall rannsókn sem er núna búin að vera í áratugi og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin og Vinnumálastofnunin og margir af þeir sem eru fremstir í svona og eru í forsvari fyrir rannsóknir og starf á sviði vellíðan í starfi nýta líkön þessara frumkvöðla og þetta er enn að birtast sem grunnur að handbókum vellíðan í starfi og heilbrigt starfsumhverfi og það sem snýr náttúrulega kulnun í starfi. Þetta var svona bara örstutt svona sögulegt yfirlit þetta. En byrjum þá á fyrsta líkaninu sem er grundvallar líkan í þessu öllu saman sem heitir á ensku Demand Control Support og birtist sem sagt í bók þeirra Karasek og Theorell árið 1990. Þetta er mjög öflugt rit byggði á viðtækum rannsóknum þeirra þar sem að þeir útskýra fyrir okkur hvernig álag í starfi eða kröfur í starfi hafa áhrif á okkur
og hvernig það birtist og hvaða áhrif það hefur ef við höfum áhrif á störfin okkar. Og í þriðja lagi, hversu mikilvægt það er að það sé fyrir hendi stuðningur í starfi. Ég ætla að fara svolítið ofan í þetta því að út frá minni þekkingu þá skiptir svo miklu máli að við sem erum annaðhvort að kenna þetta eða vinna með þetta, læra, erum starfsmenn, erum stjórnendur eða ráðgjafar eða hvert sem hlutverk okkar að maður hafi svona grundvallar, ekki bara skilning, því við heldur að maður hafi þetta alltaf í huga hvernig þessi dýnamík á vinnustöðunum. Þetta samspil á milli þess að það eru sannarlega alltaf kröfur í starfinu. En hvernig þetta með áhrifin og stuðningin? Og ég ætla að fara ofan í það núna. Til upprifjunar kannski fyrir mörg ykkar, en ég held að þessi vísa sé eiginlega ekki of oft kveðin. Við getum eiginlega sagt það þannig. Þetta snýst sem sagt líkan sem fer eftir þessum ásum. Og þetta snýst það að horfa á hvernig áhrifin í starfinu og kröfurnar í starfinu eða álagið, við nota kannski jöfnum höndum, en það ykkur kröfur við eigum að gera eitthvað í starfinu sem betur fer, því við mögum ekki gleyma því að hversu dýrmætt starfið fyrir lífsgleði okkar og hamingju að hafa verkefni. Nema hvað, þessir höfundar, Karasek og Theorel, þeir settu þetta fram þannig að við gætum haft mikil áhrif á starf okkar. Höfum bara töluvert mikið það að segja, getum sagt bara stopp, ekki meira eða minna eða hvernig sem það Við höfum áhrif, eða við getum haft lítil áhrif, það bara færiband og það bara rúllar og við höfum ekki mikil áhrif á það. Við getum unnið starf þar sem eru miklar kröfur og aftur færibandið. Það bara gengur mjög hratt færibandið eða verkefnin koma mjög hratt og það bara mjög miklar kröfur í starfinu. Og þetta samspil skiptir svo miklu máli að hugsa Bara virkilega að hugsa það, eru hérna miklar kröfur í gangi, ég að hafa mikil áhrif á þetta eða lítil áhrif? Og í rannsóknum þeirra á þessu samspili kom í ljós að ef að starfið felur í sér miklar kröfur en jafnframt mikil áhrif, þarna efst í hægra horninu, þá líður okkur bara vel í starfinu. Það bara fjör, það bara mikið að gera og ég ræð við það. Ég hef bara töluvert það að segja, ég get sagt, ég ræði ekki alveg við þetta allt hérna núna, ég þarf aðeins að hægja á og klára þetta þangað til ég byrja á næsta. Þannig, þá líður okkur vel. Hins vegar, ef það eru ekki svona mikil áhrif, þegar samspilið ekki jafnvægi, þannig að það ennþá mikið að gera, en ég hef bara ekki mikil áhrif á það, ég ræði ekkert við verkefnin, þetta of mikið. Og ég næ ekki af einhverjum ástæðum, kannski ekki búið að gefa mér leyfi til að hafa áhrif eða ég bara get það ekki af einhverjum ástæðum, þá, það í þessu horni niðri sem að hættan verður á streitu og sjúkdómum. Og þetta samspil hefur verið svona leiðarþema, rauður þráður í gegnum rannsóknir alveg frá þarna 1979 og fram á þennan dag, að þegar að kröfurnar eru svona miklar og við getum ekki haft áhrif, þá eru farið að blikka rauðum ljósum, þá þarf eitthvað að gera og þá kom þriðja vítin inn. Þá sérstök þörf fyrir stuðning í starfi, félagslega stuðning, einhvern veginn stuðning. Og þetta í raun og veru aðalatriðið í þessum rannsóknum og þeirri þekkingu sem við erum að vinna með enn þann dag í dag. Sannarlega verið að halda áfram að skoða þetta, þróa þetta, fínpúsa þetta, koma með nýjar víddir inn í það, en til að gera langa sögu stutta, þá snýst þetta eiginlega þetta. Þar að segja, þegar við erum með mikið álag í starfinu,
miklar kröfur, þá getur stuðningurinn í starfi dregið úr afleiðingum þessa mikla álags þegar áhrifin eru lítil. Þannig í fyrsta lagi þarf maður að reyna að hafa áhrif til þess að maður ráði við kröfurnar og álagið. En þegar að það jafnvægi ekki fyrir hendi, þá þarf að setja inn í formúluna stuðning í starfi. Samkvæmt þessari þekkingu. Og það er raun og veru það sem þetta gengur svolítið mikið út á. Allar forvarnir, svona heilsueflandi aðgerðir snúast svolítið þetta samspil. Og þá er kannski rétt að spyrja, hvað er þá þessi stuðningur? Hvað í ósköpunum er átt við? Og það eru til margar útskýringar á því og hann getur verið af öllu mögulegu tagi. Hann getur verið svona formlegur stuðningur en langoftast er hann óformlegur. Það er að segja að það er einhver viðhorf, það er einhver hugarfar, það er einhver menning í kringum okkur sem virkar styðjandi. Það snýst ekki alltaf að það sé alltaf verið að svona ég skal svona styðja þig eitthvað voðalega mikið, heldur hvernig er manni mætt, bara augnatillit, bara að ykkur sjáum hann og átta sig á því og það er í rannsókn sem við gerðum nýlega þá var sagt í þeirri rannsókn þegar að stjórnandinn minn veit að ég hef mikið að gera þá virkar það eins og stuðningur. Það er stundum verið þetta mjög einfalt. En ef við hugsum þetta aðeins betur og tökum svolítið svona fræðilega vinkilinn á þetta að þá getum við notað valdeflingar hugtakið til að útskýra þetta. Því að valdefling eða empowerment eða umboð til athafna, búið því þetta svona með ýmsu, sumir segja bara efling, hún felur í sér stuðning í starfi. Hún felur líka í sér áhrif á eigin störf. Þannig að þarna sjáum við að bara þetta hugtak valdefling, ef maður virkilega skoðar hvað það þýðir, þá felur það í sér tvö svona lykilefni inn í þessar formúlur sem við erum að hugsa það hvað hefur áhrif á okkur í vinnunni. Stuðningur og áhrif. Förum þá aðeins ofan í það betur. Og þá förum við til Kanter, Rosabeth Kanter, sem var prófessor í Harvard og Heather Lassinger, sem var prófessor í Kanada og vann þar lengi, hún því miður fallin frá. Þær unnu mjög mikið og með þessi hugtök, organizational empowerment og fjöldi annarra fræðimanna og hafa unnu með það. Og í þeirra nálgun þá snýst valdeflingin í starfsumhverfinu til að mynda aðgang að upplýsingum. Segðu mér bara hvað er í gangi, getur einhvern veginn bara leyft mér að fylgjast með. Það virkar valdeflandi, það virkar eins og stuðningur. Ef ég fæ tækifæri í starfinu, að spreyta mig á ykkur, fylgjast með ykkur, læra eitthvað nýtt, það virkar líka sem stuðningur. Og ýmis bjargráð, tölvan mín virkar ekki, ég þarf eitthvað liftara, ég þarf hærri borð, það er eitthvað sem hjálpar mér að takast á við verkefnið, það er líka stuðningur. Og nýta hæfileika mínu, ég er svolítið góð í þessu kannski og að ég fæ svona blómstra í því, það er stuðningur og valdefling. Þá getum við verið að tala stuðning stjórnandana sem bara akkurat snýra stjórnandanum, bara eins og ég sagði áðan, sýna skilning, vera hvetjandi og svo framvegis, sama gildir stuðning samstarfsfólksins. Og síðan þetta óformlega vald sem við getum haft. Ég þekki svolítið marga, ég veit svona hver er að vinna með þetta og hitt. Eða formlegt vald, ég hef sem sagt bara formlegt vald til að gera eitthvað. Síðan að taka þátt í ákvörðunum. Þetta er svona í stuttu máli, þar sem stuðningur er samkvæmt valdeflingu. Ef við höldum aðeins áfram og skoðum valdeflingu út frá áhrifu á eigin störf.
Og þar komið svolítið lykilhugtak sem að í líkani Karasek og Teoral heitir control. Og í síðustu áratugi hefur athyglin beinst svolítið mikið að þessu hugtaki. Og hvernig það birtist þá notuð ýmis svona undirhugtök, til dæmis sjálfræði í starfi eins og autonomy eða autonomous practice. Ræð ég yfir starfinu mínu, sumir hafa þetta sjálfræði samkvæmt lögum. Ég hef sjálfdæmi og sjálfræði í mínu starfi. Það gildir til dæmis hjúkrunarfræðinga. Það ekki hér á landi, það ekki í öllum löndum að hjúkrunarfræðingar ráða störfum sínum sjálfir sem dæmi og ýmsar faggreinar hafa sjálfræði í starfinu svona samkvæmt lögum. Síðan getur maður haft sjálfræði í starfinu vegna þess að það bara búið að skipuleggja og skilgreina störfin þannig á ákveðnu vinnustað. Og svo getum við útskipt þetta út frá frelsi í starfinu. Hef ég frelsi til að skapa nýjar hugmyndir? Hvernig mér falið að gera hlutina? Sagt mig, já, heyrðu, finndu bara út úr því hvernig best að leysa þetta. Fæ svona frelsi og þá kemur inn í þá mynd svona hugtak eins og sköpunarkraftur. Allt þetta virkar sem áhrif á eigin starf og valdefling. Og síðan þetta nýja hugtak sem heitir mótun eigin starfs eða mótun starfs sem á ensku heitir job crafting. Það eitt af þessum nýju hugtökum sem hefur verið þróað undanfarin ár. Og það snýst það þegar starfsmaðurinn skoðar starfið sitt og mótar það eða hannar það svona crafting eins og maður væri svona kraft eins og handavinna, crafting. Að maður svona hugsa starfið sitt svolítið upp á nýtt til þess að glæða áhuga manns á starfinu og ánægju og að ég ráði betur við það og ég þrífist og blómstri í starfinu. Kona ein af fræðimönnum sem hefur stigið fram og gert rannsóknir á þessu sviði. Hún vinnur í Yale háskólanum og Amy Resniewski, ég biðst afsökunar að ég berði ekki rétt fram. Hún og hennar samstarfsfólk hafa gert rannsóknir á þessu hugtaki sem heitir job crafting. Og í stuttu máli þá snýst það það að starfið okkar eða verkin sem við erum að vinna í starfinu, að við mótum það svolítið, hönnum það, mótum það út frá okkar hæfni, okkar áhuga, á þess að breyta útkomu starfsins. Við erum ekki að fara að umturna starfinu eða verkinu, heldur hvernig við nálgumst það, hvernig við hugsum starfið okkar. Og þetta að hafa áhrif á eigin störf. Það að segja að maður getur mótað viðfangsefni svolítið. Maður svona afmarkar það svolítið og skoðar það svona upp á nýtt. Og svo getur maður líka mótað tengslin í þessu starfi, tengslin við eitthvað tiltekið verk, með hverju get ég unnið, hvar get ég leita ráða og maður svona, þetta þessi félagslegi partur af starfinu. Og svo í þriðja lagi, þá getum við sannarlega og þarf nú ekki stórar aðgerðir í raun og veru til þess að við getum sannarlega mótað afstöðu okkar til verkefnisins, upplifun á starfinu okkar. Hvað finnst mér þetta hérna? Finnst mér þetta alveg drepleiðilegt? Eða sé ég hvað þetta mikilvægt? Sé ég að það mjög mikilvægt til dæmis á svona degi eins og í dag að vinna við það að hreinsa göturnar, að skafa þennan snjó? Það bara ótrúlega mikilvægt. Ég get bara haft áhrif á velferð fjölda barna og íbúa og mér finnst þetta bara frábært að vinna þetta verkefni, að ég hérna að hreinsa göturnar, ég á þessari gröfu og mér finnst þetta bara geggjað. Sko við getum alltaf mótað svo margt sem tengist starfin okkar á þess að breyta í raun og veru útkomu eða bætt útkomuna, hver veit. Og þetta kallað job crafting eða mótun eigin starfs. Og þetta hefur haft svo mikil áhrif á þekking okkar, en raun og veru byggir á grunnunum sem var settur þarna út frá demand control. Og
Rannsóknir sýna að ef við mótum starfið okkar, þá aukast líkur á betri líðan í starfi, meiri starfsánægju og minni kulnun í starfi. Og þetta hefur komið fram í fjölda rannsókna víða heim, í Bandaríkjunum og Norðurlöndunum og Evrópu og víða. Og þetta að móta starfið okkar, það hefur góð áhrif og eykur virkni okkar í starfi, áhuga okkar í starfi og helgun gagnvart starfinu, sem þá nær yfir líka nýtt hugtak sem heitir á ensku engagement og snýr að því að vera svona áhugasamur og virkur í starfinu, svona engaged. Við höfum bara virkilega mikinn áhuga á starfinu. Og það felur í sér að við höfum svona vígor, við höfum svona áhuga, kraft í starfinu, við sýnum starfinu mikla hollustu og við sökkvum okkur svona ofan í verkefni. Það engagement. Og þetta eitt af þessum nýju hugtökum sem eru svo dýrmæt og skipta svo miklu máli að vinna með í þessu samhengi, ekki síst vegna þess að það lítið á það og rannsóknir sýna að það andstæðan við kulnun í starfi. Það sem að kulnun í starfi snýst það að við erum bara uppgefin og við bara erum ekki alveg í stuði og það þarf nú ekki fjölyrða þetta hugtak í raun og veru, en það mikilvægt að skilja þetta samhengi. Og Kristína Maslach, sem náttúrulega algjör frumkvöðull á sviði rannsóknum kulnun í starfi, hún lítur svo á að mikilvægasta forvörnin gegn kulnun í starfi að glæða engagement, eða það sem ég hef kallað virka helgun til að reyna að ná inntækinu svona í stuttu máli. Það nú örugglega hægt að þýða þetta einhvern veginn betur. Og það þarf svolítið að ná þessari dýpt, það áhugi, það kraftur, það hollusta og maður sekkur sér ofan í verkefnin. Maður hefur sannarlega bara gaman að því að takast á við verkefni. Maður gleymir sér svolítið svona, eins og ef maður væri lítið barn að byggja turn. Maður bara alveg, manni finnst gaman að leysa viðfangsefnin. Það svo dýrmætt að vinna með það fyrirbæri. Að glæða þessa þætti hjá okkur sjálfum og hjá öðrum. En við getum ekki annað en þá staldra við kulnun í starfi og minnt á að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur núna frá 2019 nýtt rannsóknir Kristínu Maslach og líkan hennar til þess að minna okkur á að kulnun sem sagt kulnun í starfi og hefur með starfið okkar að gera. Allt mögulegt veldur okkur vanlíðan, alls konar áföll og álag í lífinu, en það mikilvægt að átta sig á því að þekking okkar miðað við líkan Kristínu Maslach snýst áhrifaþættina í vinnunni. Ekki áföllin mín, ekki það að ég slasaði mig þegar ég var barn eða mamma mín dó þegar ég var ung. Það í raun og veru bara það sem ég að takast á við sem manneskja og heilsugæslan getur vonandi hjálpað mér með eða sálfræðingar eða geðlæknar. Vinnan mín tekst ekki á við það að ég missti mömmu mína þegar ég var ung stúlka. En það hefur auðvitað áhrif á mig sem mannesku. En það eru áhrifaþættirnir í vinnunni sem vinnan getur tekist á við. Og þar geta stjórnendur haft áhrif. Og vonandi ef við erum með gott kerfi, þá vinnur þetta tvennt saman. Heilsugæslan kannski ráðleggur mér að fara til sálfræðings til að vinna úr þessum áföllum, en vinnan segir við skulum reyna að hjálpa þér að hafa meiri áhrif á störfin þín og að veita þér stuðning í starfinu. Það þarf, ef maður ætlar að takast á við vanda, þá þarf að skilgreina hann rétt til þess að úrræðin beinist að réttum stað. Og kulnun í starfi, hún snýst nefnilega svo mikið þetta líka. Kröfurnar í starfinu, stuðning í starfinu, valdeflingun og áhrifin. Og ef að kröfurnar þannig að þær eru miklar, alls konar álag vegna verkefna,
samskiptin eru erfið, þá fáum við þessi einkenni. Við erum úrvinda, við erum svolítið svona andlega fjarri og við náum ekki þessum árangri sem við erum vön að ná. Það út af kröfunum og því að það skortur á stuðningi og valdeflingu. Það má ekki gleyma því. Það þetta samspil og þetta benti Maslach á 1981. Og ennþá erum við að skoða þetta og rannsaka. Það komu nýjar víddir og ný sýn og ný mælitæki og allt mögulegt, en þessi þekking stendur samt enn. Að ef að það skortur á stuðningi, þá hefur það jafnframt áhrif á einkennin. Þegar við höfum lítil áhrif á störfin okkar, þá verður meiri hætta á þessu, af því að kröfurnar eru miklar. Þegar við höfum lítið sjálfstæði og sjálfræði, aftur, tökum ekki mikið þátt í ákvörðunum. Notum ekki hæfileikana svona eins og við myndum vilja nota þá. Og það ekki mikill stuðningur, það ekki mikil samheldni í hópnum, menningin ekki svona styðjandi og okkur finnst gildin ekki alveg eins og við myndum vilja hafa þau. Það ekki sanngirni, það ekki skýrt hvernig menningin mótuð. Þá verða þessi áhrif og við fáum þessi einkenni ef að ekkert aðgert. Við bara verðum lasin og við bara komumst ekki í vinnuna og okkur bara gengur ekki vel. Og þá sem maður bara, guð mig góður hvað þetta allt flókið. Já, þetta flókið, en þið sjáu listan þarna til vinstri. Það hægt að vinna með það. Þó að álaginu verði kannski ekki breytt, því að sannarlega nú alls konar alltaf eitthvað hjá okkur að hafa áhrif á kröfurnar, en getum við unnið með áhrifin á eigin störf, getum við haft sjálfræðið meira, getum við virkja hvert annað inn í ákvarðanirnar, hjálpa fólki að blómstra og verið með svolítið góða svona starfsanda. Og það sem að við höfum skýr gildi og erum sanngjarn. Það heitir valdefling. Valdefling virkar nefnilega sem forvörn kulnunar í starf. Og það þarf maður að dvelja svolítið við þetta hugtak valdeflingu. Það ekki bara valdefling, það flókið. Maður þarf að taka laukinn svolítið í sundur og svo með hvað ætla ég að vinna. Því að það búið gegnum tíðina ofnota þetta hugtak án þess að það fylgi því almennilegu skilningur. En valdeflingunni þarf að fylgja skýr ábyrgðarskylda. Það ekki nóg bara að segja, já, þú mátt svona, ég ætla að hvetja þig og hvetja þig og hvetja þig og hvetja þig, en þú mátt samt ekki bera neina ábyrgð, sko. Ég ætla að kontrollera þetta allt. Það ekki, þá gengur formúlan ekki. Það verður nefnilega að fylgja skýr ábyrgð á ákveðnum niðurstöðum, á ákveðnu verkefni, má ég klára þetta? Ef ég á að skrifa þetta bréf fyrir forstjóran eða eitthvað, má ég þá ekki klára bréfið? Og má ég kannski bara afhenda forstjóranum af því að ég get útskýrt svolítið mikið hvað í þessu bréfi? Þá hef ég skýra ábyrgðarskyldu. Það svolítið að klára dæmið, hafa vald. Og ábyrgðarskyldan snýst sem svolítið það að við skýrum það mjög vel. Hvaða ábyrgð ber ég? Og þetta mikilvægt til dæmis bara fyrir nýja starfsmenn. Hvað á ég að gera hérna? Á ég að klára þetta verkefni eða hún með þetta kannski? Eða á ég að hálfklára það og hann klárar það? Maður þarf að vita. Og þetta getur verið lítið verkefni, stórt verkefni, skammtímaverkefni, langtímaverkefni. Útskýra það bara fyrir hvert öðru hver á að gera hvað. Þetta grundvallaratriði og svolítið að koma meira og meira upp á yfirborðið í ýmsu samhengi. Og mín tilfinning sú að þetta atriði sé víða á vinnustöðum hér á landi veikleiki. Það svona skynja ég að svona á orðum starfsmanna, á rannsóknum sem við erum að gera og svo framvegis. Skýrum það bara. Fólk les ekki hugsanir. Það ekki allir skygnir. Það ekki allir sem geta bara, vissirðu það ekki? Það svo augljóst og þú áttir að klára þetta.
Nei, mér fannst það ekki augljóst. Segðu mér bara hvað ég á að klára og hvað hún á að klára. Tekur 15 sekúndur. Þetta ekki flókið. Það þarf ekki að halda 3 klukkutíma fund til að útskýra þetta. Bara svona í leiðinni. Og svo klárar þú það. Og svo fylgi ég því eftir. Að við drögum þetta saman. Svona, ef þetta svona eins og reikningsformúla. Hugnarlegt okkur það. Valdeflingi þarf að vera fyrir hendi. Hún virkar sem stuðningur. Með því verður að koma skýr ábyrgðarskylda. Þá getum við haft áhrif og klárað dæmið. Lítið mál, stórt mál. Það leiðir af sér vellíðan í starfi, samkvæmt öllum þessum rannsóknum. Við erum að tala hérna rúm 40 ár, af rannsóknum. Og minni áhrif á lagsins. Og þá erum við komin að forsendunum fyrir þetta líkan sem ég var að tala um áðan. Þá getum við fara að tala um það. Því þegar maður skoðar þetta allt saman, þá getur maður sett þetta svona saman og ég gerði það í þessum bókarkafla sem ég vitnaði áðan og setti fram líkan sem tengir þetta. Þegar við skoðum alla þessa þekkingu, auðvitað verðum við að þétta þetta og samþætta þetta og getum aldrei haft allt inni, en til að segja þessa sögu á einfaldan hátt, þá þetta mitt framlag til þess og byggja þetta á þekkingu. Við stefnum að vellíðan í starfi og við stefnum að árangri í starfi. Þá þarf að koma til stuðningur í starfinu og ábyrgðarskylda. En hvernig þessi ábyrgðarskylda eiginlega? Til þess að útskýra hana, þá getum við sagt að ábyrgðarskyldan sé eins og rammi utan á starfið okkar. Sem byggir á því hvert markmiðið starfsins míns og hver tilgangurinn? Það já, klára eitthvað, en tilgangurinn að efla heilbrigði eða selja vönduð blóm eða það eitthvað að gleðja fólk, alls konar tilgangur. Svo erum við með siðareglur og við erum með fagmennsku og við förum aldrei út fyrir þetta. Við höldum okkur við markmiðin og tilgangin, við brjótum ekki siðareglur eða fagmennskuna. Við erum líka með ykkur ákveðin verkefni og starfslýsingu og ég fylgi henni. Og svo erum við með ykkur svona reglur og verklag og alls konar búa til, klíniska leiðbeiningar, heilbrigðisþjónusta eða verklag í ykkur framleiðslu, allt mögulegt. Þetta ábyrgðarskyldan. Og verkefnið sem sagt að útskýra þetta fyrir mér. Segja bara, velkomin til starfa. Hér vinnum við eftir þessu og smátt þetta útskýrt fyrir mér. Hvernig þetta virkar og bara sagt, kæra, ekki fara yfir þessi strik, af því við getum ekki brotið þau, en innan rammans ertu frjáls. Þú bara gerir þetta eins og þér sýnist, bara algjörlega eins og þér sýnist, en þú ferð ekki yfir strikið, ekki fara yfir strikið, ekki krossa neitt yfir og brjóta siðareglur eða fara að gera þetta út frá einhverjum öðrum markmiðum, en innan rammans gjör svo vel. Ertu frjáls, hafðu áhrif og þú bara ræður. Svo skilaru verkinu. Og ég segi, já, hvernig gekk? Nú, það gekk ekki þetta. Vantaði þið eitthvað? Vantaði þið eitthvað tæki, eitthvað tól, eitthvað upplýsingar að stuðning? Og þá kemur maður með stuðningin. Þannig að þetta nú mitt framlag til þessa, þar sem að við reynum að glæða virkni margra í vinnunni, áhrif margra, sameiginleg áhrif eins og við getum við störf hvers og eins og líka sameiginlega forystu lítið verk eða stórt verk. Það eru margir leiðtogar. Ég get verið leiðtogi, ég á símanum en ég leiðtogi á okkur samhengi þegar það kemur eitthvað upp á og ég verð að stíga fram. Það ekki þetta að halda fund það er bara einhvern veginn allt brjálað og ég verð bara að svara hér og nú, taka af skarið eitthvað tilteki og segja, bóng, ég hérna með forystu, ég hérna rödd þessa fyrirtækis í símanum og ég verð bara að gera þetta flott og ég hef áhrif. Svo bakka ég tilbaka og svo kemur forstjóri og segja, já, þakka þið fyrir, nú ég komin og svo skiptust við á. Það er forysta margra. Það er kúnstin í þessu öllu. Að við virkjum marga til forystu hver eftir sínum ramma og miðað við aðstæður.
og stundum skapast bara óvæntar aðstæður. Þá er svo mikilvægt að allir geti stigið fram sem þurfa og svo bakka maður tilbaka. Þetta er fyrsta líkanið sem ég langaði að kynna hér í dag. Og út frá því getum við spurt, ok, hvað hefur við þá að gera ef við erum leiðtogar, ef við erum stjórnendur? Það er eiginlega heilsueflandi forysta. Við erum nú komið með nokkrar formúlur hérna fyrir henni, inn í formúluna, en í raun og veru snýst valdefling og stuðningur áhuga og hlust. Það byrjar allt með áhuga, að við höfum áhuga hvert á öðru. Við hlustum náttúrulega ekki og styðjum ekki fólk ef við höfum ekki áhuga á þeim. Og hlustun er nefnilega svolítið galdraefni í þessu öllu saman. Hlustunin, hún hefur bein áhrif hvernig okkur líður. Þessi hérna grein, eftir Töres Theorel, þennan sem setti fram líkanið Demand Control Support. Hann og hans samstarfsfólk birti til dæmis þessa rannsókn fyrir nokkrum árum non-listening og self-centered leadership. Halló, hver vill vera þar? Svona áherslur eru beintengdar því að mann líði illa í vinnunni. Þegar leiðtoginn er sjálfmiðaður, þakka kærlega fyrir, og hlustar ekki. Og það hefur sem betur fer verið svolítið skoðað betur og aftur og fram og tilbaka, hvernig heilsueflandi forysta í raun og veru snýst að hlusta á sérstakan hátt. Líka hjálpa fólki að hætta að tala, það getur stundum verið verkefnið. Það bara kunna að hlusta. En ef við drögum þetta nú saman, áherslurnar, þá snýst þetta svolítið áhuga, raunverulegan áhuga. Ekki margra klukkutíma samtölendilega, þetta svona raunverulegan áhuga sem að gerur okkur kleift að hlusta. Hlusta svona í alvöru. Og ef að við höfum innri styrk, hvílum í eigin skinni, þá getum við verið auðmjúk og þá verðum við ennþá betri í þessari hlustu. Við erum ekki svo upptekin af sjálfum okkur. Við reynum að vera ekki þessi self-centered, sko. Þá virkar þetta stuðningur og ef við komum með ábyrgðarskildina og auðmýktina inn í þetta, að því að auðmýktin er þannig að maður segir, já, þú ert mikilvæg, það snýst ekki allt mig. Þá verður ábyrgðarskyldan ennþá skýrari og þá erum við farin að hafa áhrif og þá erum við farin að hlusta og valdeflingu sem skapar vellíðan og það er heilsueflandi forysta. Það að við vinnum með okkar einri styrk, við sinnum sjálfum okkur og við segjum ég er ágætt, ég er ekki góð í þessu öllu, ekkert fullkomin, ég er bara harla góð í þessu, kannski að laga þetta og hitt. Þá fáum við þennan innri styrk sem gerur okkur kleift að hafa áhuga öðru og styðja. Ef við hvílum ekki sjálfum okkur, þá getum við ekki stutt aðra. Þetta er svolítið svona, þið veitir, eins og í flugvélinni. Settu súrefnið á sjálfa þig fyrst, sko. Þá getur við stutt aðra. Þá erum við þess betur undirbúin fyrir það að hafa áhuga og fókus á verkefni. Tilganginu og ábyrgðarskildinni. Því þá getur við sagt, já, þú ert mikilvæg. Ég ætla að fela þér þessa ábyrgðarskildi. Ég þarf ekki að gera þetta allt sjálf. Guð minn góður. Ekki ætla ég að gera þetta allt sjálf. Og þá bara fer þetta af öxlunum á mér. Því þú kannt þetta, getur þetta, vilt þetta. Gerðu það. Ég ætla að fela þér það. Af því að ég er ekki hrædd að missa völd hérna. Og þetta er allt innbyrðis háð. Maður getur ekki bara verið í einu horni. Maður verður að vera með þessi 3 horn, sjálfan sig, aðra verkefnið. Og maður svona myndi reyna að vera öruggur hið innra en auðmjúkur hið ytra. Maður getur verið auðmjúkur ef maður er öruggur. Það er galdur. Þannig ef við drögum þetta aftur saman, þá þessar heilsueflandi áherslur stuðningur, alls konar stuðningur, vorum að tala það áðan, sem birtist með hlustun, gefum fólki frelsi miðað við það sem að störfi snúast og áhrif og valdeflum þannig fólk. Þetta snýst líka það að hafa sjálf innri styrk. Þá getum við verið auðmjúk og bara verið róleg og haft áhuga öðrum. Við vitum hvað við erum að fara að gera. Við höfum markmiðin skýr.
og við höfum ábyrgðarskyldu hvers og eins skýra. Þetta var ekki flókið. Þá bara skvera maður sér í þetta. En hvernig gerir maður að deila? Það búið að gera alls konar tilraunir með þetta. Hvers konar forysta felur þetta í sér? Hún að minnsta kosti lýðræðisleg forysta. Þar sem að við skiptum öll máli. Þar sem að rödd hvers og eins skiptir máli. Og við verðum eiginlega að muna að lýðræði ekki sjálfgefið. Við höfum nú sjaldan verið jafn mikið mynd á það í samtímanum eins og þessar vikurnar. Lýðræði ekki sjálfgefið. Og lýðræðisleg hugsun skiptir bara ótrúlega miklu máli á vinnustöðum. Það bara breytir svo miklu líðan okkar. Það hefur líka verið setta fram hugmyndir það sem heitir sönn-forysta, authentic, þannig að það sem við segjum og gerum það sama, við erum trú okkur sjálfum, við erum raunverulega, við erum ekki svona með svona þykjustinni, spari, eitthvað svona áherslu, við erum bara í gegn svona authentic. Nú, svo búið að þróa hugmyndir sem heitir inclusive leadership. Það það svona forysta inngildingar, þar sem allir eru dregnir inn og til þáttöku, allir skipta máli, stórir, litlir, ungir, gamlir, allir eru mikilvægir, það heitir inclusive leadership. Svo við með það sem heitir deild forysta eða sameiginleg forysta, sem skiptir sannarlega máli, eins og við vorum að tala áðan. Nú, svo það gamla góða umbreytandi forystan, transformational leadership, sem rannsóknir hafa sýnt að felur í sig þessar áherslur, og síðan það þjónandi forysta. Og þessar áherslur eru augljóslega þar og koma mjög sterkt fram þar. Og þar svo mikil áhersla á það að beina athyglinni á öðrum, hlusta og hjálpa öðrum að blómstra og vaxa og deila valdinu. En í raun og veru getum við valið þessar áherslur, en við þurfum bara að miða þær við aðstæður hverju sinni. Og þær fara líka eftir því hvernig við hugsum vald. Hvað vald í okkar huga? Við hrædd að missa vald? Við bara svona, ég ætla ekki að gera neitt svona því þá ég með ekki eins mikil völd. Hvernig lítum við á vald? Lítum við á valdi sem og við höfum yfirvald? Við þannig? Eða við svona foreldravald? Já, hlýttu gerðu eins og ég segi, settu trefilinn betur upp í hálsinn og gerðu þetta bara 1:30, það betra. Við eins og foreldrar eða við eins og jafningjar? Það spurningin. Jafningjavaldið lýðræðislega valdið. Yfirvaldið, við höfum nú verið minnt á það dictators. Það svona autokratískir, það þykir okkur ekki góð latína flestum. Foreldravaldið svolítið tricky, við viljum allir vera voðalega góð og hugsa aðra og svona og koma stundum fram við fólk eins og séu börnin okkar. Það tvíbent líka, það getur nú snúist gegn okkur, þannig blómstrar fólk ekki, eða við getum litið á okkur sem jafningja. Þetta val leiðtogans hverju sinni. En punkturinn í þessu svolítið sá að leiðtoginn, hann styrkist innanfrá. Til að vera góður leiðtogi þarf maður ekki að vera þessi rosalegi töffari. Heldur kemur styrkurinn fram með persónulega innri styrknum og auðmýktinni. Af því að þannig getum við beint athyglinni að öðrum. Þannig getum við verið styðjandi. Sýnt fólki stuðning, raunverulegan stuðning þegar á þarf að halda. Og þannig höfum við séð núna sem aldrei fyrr, hvernig leiðtogar heimsins og leiðtogar á vinnustöðum í gegnum þessi misseri sem við erum núna búin að upplifa, hvernig leiðtogar raunverulega hafa verið að gera gagn og hafa verið heilsueflandi. Af því þeir byggja styrk sinn, ytri styrk á innri styrk. Og þá hafa þeir þennan hæfileika að geta tengst öðrum. Og þetta kallað emotional intelligence,
samhygð, empati, alls konar orðum þetta. Þá erum við komin að seinna líkaninu. Út frá þessu hef ég sett fram líkan heilsu. Og ég ætla bara að útskýra það hérna að lokum og síðan væri gaman að tala þess saman þetta. Það alveg ljóst að heilsueflandi forysta snýst stuðning, hún snýst valdeflingu, hún snýst sjálfræði, hún snýst hlustun og traust. Þetta erum við svona nokkurn veginn búin að sjá í gegnum þekkinguna og undanfarin ár. Hún snýst líka náttúrulega það að við vitum hvert við erum að fara. Hver eru markmið, tilgangurinn, hver ábyrgðin? Hver ábyrgðarskylda mín? Það þarf að blanda saman stuðningi og skýrri ábyrgðarskyldu. Hvað á ég að klára hérna? Segðu mér það. En til þess að þetta gangi upp verðum við að byrja á sjálfum okkur. Við verðum að vera með innri styrk, persónulegan styrk, trúa á okkar eigin getu. Við verðum að hafa innri löngun til að gera þetta og vitund það hvernig erum við að koma fram og auðmýkt. Þetta þrennt tengist. Það ekki hægt að bara veita bara stuðning og ekki ábyrgðarskyldu og vera svona í hálfgerðu skralli með sjálfa sig. Það gengur ekki upp. Við verðum að vinna á þessum 3 hornum. Byrja á sjálfum okkur, eins og ef við verðum að vinna í flugvél. Styðja aðra út frá ákveðinni ábyrgð. Og þetta það sem styður heilbrigt starfsumhverfi og vellíðandi starfi. Heilsueflandi forysta. Þetta líkanið sé ákvæmt sakleysislegt. Góður, þetta ekki neitt. En á baku hvert orð pælingar og vinna og vera leiðtogi og vera bara starfsmaður og vera bara það sem við erum. Stöðug vinna og það sem spennandi og skemmtilegt. Við erum alltaf að læra alveg fram í andláti. Alltaf að læra, styrkja og þroskast. Mæta á svona morgunfund, skiljið, og læra. Og heimsfaraldurinn, svona hérna í lokin, hann hefur sýnt okkur og undirstrika þessar heilsueflandi áherslur leiðtoga, bæði leiðtoga svona þjóðarleiðtoga og líka bara á einni lítilli deild, skiljiði, í skóla, í leikskóla, á sjúkrahúsi, í verslun, á hóteli. Það alveg sama hvernig við skoðum þetta, við erum búin að skoða þetta fram og tilbaka núna undanfarin 2 ár og það kemur alltaf sama fram. Hérlendis og erlendis, það skilningur og stuðningur. Hann hjálpar okkur. Samskipti þurfa að vera góð, við þurfum að fá upplýsingar, það þarf að virkja marga til að taka þátt í hlutunum. Við þurfum að vita hvað við erum að gera. Og við hefum nú svona undanfarin 2 ár alveg vitað svona nokkuð hver tilgangurinn var. Það var bara sagt ekki smita hvert annað og þá bara já, alveg skýrt Þórólfur sagði það ekki, vitum það. Það var rosalega góð gjöf að hafa alltaf tilganginn á hreinu. Og þessar áherslur eru ekki svona valdbeitingu og stýringu. Það var ekki það sem var að virka í þessum heimsfaraldri. Heldur lýðræði. Lýðræðið var lykillinn að góðri krísustjórnun. Það mótast af aðstæðum. Við þurfum að nota alls konar nálgun. Af því að þetta í dag svona og svo bara í fyrramálegur og öðruvísi og við verðum bara stundum að nota þessar áherslur og aðeins minna hinar og svo framvegis. Þetta sáum við hjá leiðtogum þjóða. Við sáum þetta. Allt konur, einhver hluta vegna, sem voru svona fremstar í flokki. Og þetta kom líka fram í alls konar rannsóknum og bara vinnustöðum og þá kom svolítið sterkt fram að það sem sló svona í gegnum þessa rannsóknir var þegar þessi forysta var þjónandi forysta, servant leadership. Og það var náttúrulega fyrir mig sem hefur starfað við þá hugmyndafræði undanfarna áratugi. Það voru ekki óvæntar fréttir en enga síður ánægjulegar vegna þess að við vitum hvað felst í þjónandi forystu. Og hún gerir bara mjög mikið gagn í þessu samhengi. Og hún snýst þessa 3 þætti. Hún snýst þessa heilsueflandi forystu sem við getum líka kallað heilsueflandi þjónandi forystu. Þetta eru lokaorðin mín og ég hvet ykkur til að senda spurningar eða
hvað eina og ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma og ég fúsleg að tala þetta í dag eða á morgun og hinn. Ég vinn við að kenna þetta, rannsaka þetta, hef gert það síðan bara núna 30 ára eða hvað maður vita hvað það voru mikið. Þannig að bara endilega, sem betur fyrir þetta áhugavert og spennandi verkefni. En ég ætla að segja þetta gott í bili frá minni hálfu og hvetja ykkur til að varpa fram spurningum ef þið hafið. Ég ætla að taka niður glærun. Kæra þakki Sigrún fyrir þetta vandaða og rosalega áhugaverða erindi og bara ég búin að sitja hérna og vildi ekki missa á einu einasta orði og mér finnst svo áhugavert sem hún sagði hérna í byrjun með stuðningina, stundum þarf ekki nema bara augnatillit eða bara það að fólk vita þessi mikið að gera, að það gerir svona mikið og styðja svona mikið. Mér finnst þetta bara, svona algjört aha-moment hjá mér allavega. En við erum hérna með spurningar. Já. Ég hvet bara fólk til þess að bæta við þær hérna á kommentakerfinu. Hér frá Jóninu sæl og takk kærlega fyrir þennan fyrirlestur. Mér langar að spyrja hvort engagement eða það að sökkva sér í starfið hafi verið skoðað í samhengi við líftíma starfsmanna eða starfsfólks. Já, sko því að það snýst commitment og hollustu. Já. Ég hef það ekki alveg svona bara á takteinum hvernig niðurstöðurnar eru, en það snýst svolítið það. Já. Það snýst, einn hluti af skilgreiningunni þessi helgun. Já, akkurat. Það skilgreining, sko, hún þríþætt. Já. Já. Þannig það já. Já, og áhugavert og svo svo kemur önnur spurning, ef viðkomandi skrifa bréf fyrir forstjóra á hann þá ekki að fá greitt fyrir það í samanburði við laun forstjórans? Nei, hann trúlega ráðinn til að skrifa bréf fyrir forstjóra, hann líklega hluta af starfslýsingunni. Ætli það ekki? Jú, ætli við séum ekki búin að skrifa nokkur svona bréf öll og það bara partur af því að vera í vinnu. En mér dettur í hug svona, ertu með einhverjar svona dæmum leiðir til þess að efla, stuðningistarfi, ertu með eitthvað svona dæmi fyrir okkur? Já, eins og þessi rannsókn sem ég var að vitna áðan, hún úr opinberu starfi, opinberu stofnun segi ég. Við gerðum svolítið svona stóra viðtalsrannsókn við starfsmenn í opinberri þjónustu og þá var svolítið skortur á þessu að leiðtoginn, í þessu tilviki skrifstofustjórarnir, væru meðvitaðir að var stundum mikið að gera hjá, þetta voru sérfræðingar í ráðuneytum og bara þessi meðvitund, bara hún sem við getum kallað skilning, empathy, tilfinningagreind, félagsgreind, þetta nota alls konar hugtök yfir þetta, en að maður sé í sambandi við fólkið sitt, skynji hvað mikið að gera eða einhver staða og bara svona endurspeglaða stundum bara með líkamstjáningunni. Það stuðningur sem dæmi. Og síðan þetta að leyfa mér að klára verkefni ef það þessi kostur, ekki taka það af mér. Ekki taka af mér bréfið og segja þakka þér fyrir Sigrún, þetta gott hjá nú tek ég það og fer með það. Það virkar ekki sem stuðningur í starfi. Sko, þau sem þúsundir stjórnendur á Íslandi sem kunna þetta svo vel, þau hafa lag á því að segja, heyrðu, komdu með mér og við skulum fara með þetta saman og þá getur þú útskýrt þetta betur. Varpa ljósinu 5 mínútur, 10 mínútur á þann sem vannverki og það virkar svo mikið gjöf og svo mikið stuðningur í starfinu. Ég svo mikilvæg. Við erum ekki að tala einhver svona stórkostlega aðgerð. Þetta kannski bara nokkra mínútur. Hér hún Guðrún sem gerði þetta. Hún nefnilega svo góð í þessu með girðingar eða eitthvað. Bara svona. Hún hefur stúderað lóðamörk. Hún kann allt þau. Hér bréfið hennar það. Eitthvað, sko, leif okkur að blómstra í starfi og ég á vinkonu sem kallar það, leifum fólki að fara á kostum. Já,
Förum á kostum. Ég er góð í, hugsanlega væri ég góð í Excel sem ég er alls ekki. Eða ég er góð í ykkur. Lyfta mann upp. Og þetta er ekki spurningu svo, Guð, ég get ekki verið að gera þetta allt, þetta er alltaf mikið mál. Þegar að fólk hefur lagað á þessu, þá er þetta ekkert mál. Og þetta er nefnilega gefur stjórnandanum eða kolleganum líka svo mikið því að það að lyfta annarri mannesku gefur mér svo mikið. Þannig að maður fær svo mikla gleði úr starfinu ef maður segir, já hérna er hún Þórhalla. Heyrðu, hún er nefnilega búin að klára þetta. Og ég setti bara kastljósi á Þórhalli, skiljiði, eða Magnús. Það er gjöfin, það er stuðningur í starfi. Og hangir það ekki líka það saman með valdeflingu? Þarna ertu að... Þetta er valdefling. Já. Þetta er valdefling. Já. Að lyfta öðru fólki. Já. Lyfta öðru fólki. Og það er smitandi. Valdeflingin smitar. Ef ég lyfti þér, þá ferð þú ósjálfrátt að lyfta mér og svo fyrir við að lyfta Ingibjörgu. Við lyftum bara hvert öðru. Það heitir stuðningur, það heitir valdefling. Það heitir að blómstra. Það heitir að njóta sín í starfi. Mörgna. Nákvæmlega. Og eflir náttúrulega fólki í þessu, og sem yfirþjóli þá fannst mér svo aðeinslegt að þú varst með þarna trú á eigin áhrifamátt eða trú á eigin getu. Þetta skiptir ofboðslega miklu máli fyrir bara okkur sem einstaklinga. Alla. Þú veist, þannig að mér fannst þú koma inn á svo ofboðslega marga þætti. Já, sko trú á eigin getu skiptir nefnilega líka máli fyrir þjóðarleiðtoga. Og skiptir máli fyrir konuna eða mannin í afgreiðslunni eða bílstjóran, mig sem prófessor. Það skiptir okkur öll miklu máli að við höfum trú á eigin getu. Já. Ef við erum stútfull af óöryggi, þá eigum við mjög erfitt með að skapa öryggi hjá næsta. Þess vegna er heimavinnan svo mikilvæg. Og mín ráðgjöf til leiðtoga er, þegar ég kem inn sem ráðgjafi og leiðbeinandi, byrjum á sjálfum okkur. Það eru komnar hérna fleiri spurningar. Hún Eydís segir takk, segir hún, þú ert snillingur að gera flókið mál einfalt, virkilega hvetjandi fyrirlestur og svo gott að komið fram hvað það er mikilvægt fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir hvað innri styrkur er mikilvægur sem og hlustun og ábyrgðarskyldan. Já. Þannig að þetta var hróstið þín og svo kemur hefur flæði verið skoðað í tengslu við vellíðan og vinnustað. Algjörlega. Hefur þetta líka verið skoðað með tilliti til ef of lítið er að gera of litlar áskoranir er hjá starfsmanninum? Japp, nefnilega. Það var ein grein sem að ég var með það job boredom. Það er ekki gott, sko. Nei. Þess vegna er kunstin líka að glæða þennan áhuga og flow er náttúrulega hugtak sem er ótrúlega dýrmætt og mikilvægt og við getum haldið bara annan fund það og það er sama að vera svona engaged, að bara njóta sín og gleyma sér í flæðinu og það er til margar flottar, æðislega spennandi rannsóknir það. En niðurstaðan er alltaf svo sama. Við þurfum að glæða innri áhuga okkar á verkefninu og njóta þess. Og þá er spurningin, hvernig fer ég að því mér finnst þetta hundleiðilegt? Þá getum við notað jobkrafting og sagt, býttu, getur við skoðað viðfangsefnið aðeins betur? Getur við kannski skoðað með hvernig þú ert að vinna það eða hverjum þú leitar hjá ráða til eða eitthvað og hver er tilgangurinn með þessu? Það gleymist oft að hjálpa okkur, segjum að við verum nýja starfsmenn að sjá tilganginn með því. Til dæmis að ég veri nýr starfsmaður á hjúkrunarheimili. Af hverju á ég alltaf að vera að hjálpa þessu gamla fólki að fara og ganga 10 skref? Get ekki bara sleppt því? Ekki bara einfaldar að sita bara, allan daginn? Akkur er þessu brasi? Jú, hver er tilgangurinn með því? Og ef maður sér tilganginn og tala nú ekki árangurinn, þá er svo, þetta er bara mikilvægt sem ég er að gera hérna. Og þá hefur starfið allt aðra merkingu og allt annað verðmæti. Og þá get ég kannski farið í eitthvað flow og sagt, heyrðu, ég er bara með þessari gömlu konu, hún á mjög erfitt með að standa upp, ég ætla bara að fara inn í það. Ég ætla bara að vera með henni í þessu. Ég ætla bara að hjálpa henni að standa fætt. Kannski getum við farið 3 skref. Geggjað. Nú er ég bara, og við konan hérna í þessu, lifa sér svolítið inn í starfið.
Njóta þess að vinna mikilvægt starf. Njóta þess að vinna starf sem gefur öðrum og gefur mér. Það kúnstin. Og við erum ekki gleyma að tala tilgangsstarfa. Nákvæmlega. Mjög mikill partur af umræðum störf snýst laun, vesen, álag, vandræði, Excel-skjöl. Glæðir það tilgangsstarfa? Glæðir það merkingu starfa? Glæðir það brennandi áhuga á starfinu og eitthvað fló? Nei. Ég hef ekki séð neitt fló skapast í tengslum við Excel-skjöl. Við megum ekki taka í burtu það sem að glæðir störfin okkar, lífi og ánægju. Við verðum að vökva störfin með því sem að virkar sem vökvun. Auðvitað þurfum við að tala þetta vesen, laun og lalala, en höfum það eins lítið og kostur eða nauðsynlegt og pöðrum allri athyglinni á hitt. Hversu mikilvægt þessi störf ekki? Hversu mikilvægt það ekki að vera kennari í grunnskóla? Guð minn góður. Dásamlegt að fá tækifæri til að hjálpa barni að þroskast og vaxa. Hversu dýrmætt það? Hversu dýrmætt það að bjarga mannslífum á Landspítala? Hversu dýrmætt það? Tölum það. Auðvitað þurfum við að tala þessi Excel-skjöl, en lágmörkum það. Það engin hamingju út úr talnaflóði og vandræði. Nei. Og það einmitt hérna 2 spurningar einmitt undirmönnun og þú veist, hvernig myndir þú ráðleggja stjórnanda þegar kemur að því að stýra álagi þegar deild undirmönnuð. Já. En þá akkurat kannski, já. Þetta sem við vorum að segja rétt á. Já, nefnilega. Það kemur þetta inn, kannski að fara að tala markmið starfsins og hvað þetta mikilvægt og hvað fólk að vinna vinnunum sína vel og raunverulega að skilja starfsmenn, raunverulega. Ég veit að stundum og oft, og núna kannski staðan þannig að við erum í risavaxinni krísu. Þá snýst þetta kannski og ég biðst afsökunar ef það hljómar eitthvað einfalt, en þá snýst þetta að tengjast hvert öðru. Horfa á hvert annað þannig að það endurspegli skilning og stuðning. Við getum ekki verið að grípa til stórkostlegra tímafrekra aðgerða sem heitir stuðningur. Það ekki heldur kannski þörf fyrir það. Sýnum hvert öðru skilning og það það sem allir segja. Þetta gekk svo vel hjá okkur að því við stóðum saman. Við studdum hvert annað og skildum hvert annað. Og ég veit að það krefst af okkur sjálfum, en það gefur okkur tilbaka. Og fela fólki skýra ábyrgð. Ekki gleyma að skerpa ábyrgðina. Þegar þú klárar þetta, svo ætla ég að koma og spyrja hvernig gekk að klára það og ef það vantar eitthvað þá styð ég þig í því. Þannig verður verkið bærilegra. Ég get unnið meira ef ég hef ábyrgðina mína skýra. En ég fer í endalausa hringi ef ég má ekki alveg hafa frelsið. Og það einmitt ein spurning sem að fjallar ábyrgð, hún hver munurinn að þínu mati á ábyrgðarskyldu og umboði? Já, það mjög nátengt og umboð til athafna náttúrulega þýðing á valdeflingu og ég fæ umboð til að vinna verkið og svo búið að skýra alveg verkið. Það ábyrgðarskyldan. Ég á að klára kannski eitthvað 10 atriði fyrir klukkan 10 og ég á að gera það svona. Það ábyrgðarskyldan og svo fylgir henni og það innan í ábyrgðarskyldinu umboð. Gjör svo að gera þetta. Þú klárar þetta. Ef það kostar 2 krónur, þá erum við búin að ákveða það að það á að vinna þetta verk og þú hefur 2 krónur til að klára það, skilurðu. Þú með umboðið. Það aðstofa mann til að gera þetta augljóslega því að þú ekki kannski eitthvað prentari, ég veit ekki. Þá með umboð til að gera það sem þarf. Þetta verður að haldast í hendur. Ábyrgðarskylda og umboð til athafna valdefling og valdeflingin verður alltaf að vera bundin við ábyrgðarskyldan, annars hún í lausu lofti. Annars hún gagnslaus.
Það það bara loft og bara gerir kannski skaða. Af því ég bara, já, mátt gera þetta, nei, bara ekki lengra en hingað. Þú getur ekki klárað það. Það ekki gott. Nei. Já. Svo ég held kannski síðasta kommentið okkar. Já. Þú getur verið með mjög mikla kröfur frá stjórnenda sem eru þér ofviða án þess að það tengist kulnun. Lítinn skilning, það ekki rétt skilið hjá mér, sem sagt. Þetta spurningin. Og svo segir hún líka að virka styrkleika hvers og eins, ef þú ert komin yfir miðjan aldur þá hleypur þú kannski eins hratt og hefur ekki sömu áherslur og þeir sem yngri eru í hraða nútíma sem reynsla ekki nógu mikil smetin. Nei. En það var þetta með að þú getur verið með mikla kröfur frá stjórnendum sem eru þér ofviða án þess kannski að það sé beint kulnun, eða hvað? Já, sko, þú færð ekki bara sjálfkrafa kulnun í starfi þó þessi mikla kröfur. Nei. Mikla flóknara samspil, sko, eins og myndin var. Það þarf margt að koma inn í formúluna, margir mínusar, sko. Já. Þú getur náttúrulega bara verið með kröfur og þú bara höndlar það. Ég meina, við höfum öll núna í 2 ár verið með ótrúlega kröfur og Guði sé lof og prísa ekki 100% kulnun á vinnustöðum, sko. Nei, já, það var mjög slæmt. Heyrðu, það hellast inn fleiri, sko. Valdefling, það sama og sjálfsefling spurt? Sko, sjálfsefling hluta valdeflingu. Sko, Kanter og Lassinger, þær töluðu organizational empowerment. Það sem í starfinu. En hún þarf að fara með sjálfseflingunni ef við ætlum að ná alveg árangri. Og það svolítið innri styrkurinn, sko, trú á eigin getu, vinna með sjálfa mig, hlusta á sjálfa mig. Og ég var bara svolítið góð í þessu hérna. Ég kannski aðeins að laga þetta, en ég var bara harla góð. Já, það var bara fínt hjá þig bara. Eins og Bubbi sagði fyrir 30 árum, I like myself. Hann sagði það 30 sinnum á mótnana, fór eitthvað námskeið og segja I like myself. Það var stundum að vinna með það. Akkurat. Við þurfum að muna að það hefur enginn sagt við okkur ef maður er fullkomin. Það svolítið góð skilaboð. Gott að hafa í huga. Heyrðu, svo ætla ég eiginlega fara að segja punktin en ég ætla að taka það eitt dæmi. Já. Í miklu vinnuálagi 70 til 100 eftirvinnutímar á mánuði, til dæmis jafnvel með skilningi, athygli og öllu því mikilvægu vinnustað, en hvað með togstreituna sem óhjákvæmilega hlýtur að skapast á heimavellinum? Viðkomandi getur ekki sinnt nánast neinu á heimili af því að vinnan, svo gefandi sem hún hefur forgang. Hvernig væri möguleiki að vera styðjandi í slíkum kringumstæðum? Það myndi ég segja að væri sjálfskoðun, sko. Aldrei við. Og segja bara, setja þetta bara svona niður á borðið, sko. Því að okkur náttúrulega öll takmörk sett. Sko, við getum ekki verið hérna eins og útspýtt hundskinn, sko, allan vökutíma, það augljóst, sko. En þá það okkar eigin ábyrgð að segja, bara, halló, ég þarf að fá hjálp inn á heimilið eða skipuleggjum heimilið öðruvísi. Það self-management, það sem ég þarf að gera sjálf. Vinnuveitandi nú ekki farin að koma í heimavitjanir til að fara að græja hérna heimilistörfin. En það eitthvað annað batteri sem myndi grípa það, einhverju ráðgjafar eða ef þetta heilsufarslegt allir þá það heilsugæslan eða bara guð má vita hvað það Við þurfum einhvern veginn að höndla það sjálf út frá okkar eigin skipulagi og þar kemur ábyrgðin okkar. Við getum ekki bara sagt, þetta svo erfitt. Við verðum náttúrulega að stíga fram og vera leiðtogar í eigin lífi. Stíga fram og skerpa ábyrgðarskyldinu. Ber ég alla þessa ábyrgð á heimilinu? Akkurat, já. Bara eitthvað vit í þessu. Við höfum trúlega öll verið í þessum aðstæðum og sagt, nei, það eitthvað sem gefur eftir hérna augljóslega, ég get ekki gert þetta allt. Og þar okkar eigin ábyrgð. Það okkar eigin ábyrgð. Vinnustaðurinn, sko, þó að hann geti gert margt, þá hann ekki farin að fara inn á heimili. En það kannski hægt að ræða það við mig í vinnunni og segja, kæra Sigrún, ég ætla nú ekki að fara að skipta mér af þínu prívatlífi, en mér dettur í hug hvort. Þetta viðkvæmt, sko. Það viðkvæmt að gera. Maður þarf að teipla svolítið, finna út úr í hvað maður getur gert. En stundum snýst stuðningurinn það að hjálpa mann að staldra við. Ekki að segja, gerðu svona, heldur staldraðu við, farðu inn á við, reflekteraðu, ígrunda.
Sett þetta niður fyrir þig sjálf, því að oft eru við ótrúlegir sérfræðingar í öllu mögulegu bara eins og rafvirkinn sko skiptir ekki peru í sína eigin útiljósi skilið. Við gerum ekki alltaf það sem við myndum ráðleggja öðrum að gera, en við þurfum bara og við erum öll held ég og allavega ég, við þurfum að staldra við og spyrja okkur sjálf. Því við megum ekki taka ábyrgðana í burt og segja, nei, ég ber engar ábyrgð á mínu lífi. Jú, algjörlega. Já, bara takk fyrir. Já. Og við megum ekki blekkja okkur sjálf. Við megum ekki segja, ég ræði ekkert við þetta. Við höfum skoðað það einu sinni enn. Kæra vinkona, líf þitt svo dýrmætt, heilsa þín svo mikilvæg. Skoða þetta, þú veist svarið ef þú spyrð þig. Hvílir og spyrð bara djúpið, sko, innra með þér. Hvað best að gera? Það þarf að staldra við. Já. Þetta eru frábær lokaorð held ég. Við verðum að setja punktinn hérna, sko. Ég væri til að sitja hér og spjalla í allan dag og ég hugsa og ég vona að bara allir þeir, það voru 250 manns með okkur hérna í dag sem hlustaði erindi og bara bestu þakkir Sigrún fyrir bara svo gott og vandað erindi. Og svo langar mér bara til þess að þakka öllum fyrir að gefa sér tíma til að vera hérna með okkur í dag. Og áður en við segjum þessu lokið og þá langar mér til þess að minna á næsta morgunfund samstarfsins sem að verður í maí næstkomandi. Og það Mary Kingston sem að margir þekkja sem verður með erindi streitu og streitu tengda þætti og hvaða áhrif þeir hafa á heilsu og vellíðan fólks. En þessu lokið hjá okkur í dag og við óskum ykkur góðs og heilsueflandi dags. Verið